gestir, geggjað spjall, hér í sófan. Já, Hæ. hæ. Hérna, já, ég hef sem sagt heiti Embla Líf og kem úr Mosfellsbæ, í ungmennahúsinu Mosin í Mosfellsbæ. Ég í Borgarholtsskóla, ég tvítug, 29. Ég útskrifast úr Borgó núna í vor. Ég í ungmennahús og samfélags og í hlaðvarpinu Ungt fólk og hvað? Já, ég heiti Vigdís og ég kem úr Stykkishólmi en nýbúin að skipta skóla og í FFA, kem úr Hvítahúsinu á Akranesi og 18 að verða 19 ára og líka útskrifast núna úr FFA og líka í ungmennahús og samfélags og sé ungt fólk og hvað með Emblu. Hérna, já. Hvernig fórst þú í ungmennahúsið í Stykkishólmi? Hvernig byrjaði þar? Gugga, sem var með okkur í Argentínu, hún hérna bara heyrði í mér og bara vildi stofna ungmennahús og ég var bara gett til bara að fá að gera eitthvað skilur á daginn, kvöldin, svona eins og félagsmiðstöð. Já. Og við bara stofnum það og svo þurfti bara einhver að fara í ráðið og ég bara tók það með mér. Já. Ok. Varstu í einhverju ráði fyrir utan það áður en fórstu í ungmennahúsið? Eða þú veist? Já, bara ungmennaráðinu. Já, í Stykkishólmi. Já. Ok. En hvernig fórst þú í þitt ungmennahús? Sko, mér finnst alltaf gaman að segja þessu sögu því að ég var í ungmennahúsið Mosfellsbæjar, eins og þú, og svo var, sem sagt, hérna, allt í einu bara að fara að tala um það að þetta stofna ungmennahús og það var einhver litrík skemmtileg kona sem að bjó í Svíþjóð og félags, hérna, bara, já, búin að vera að skoða svona ungmennahús og alls konar, ætlaði að koma og fara að fund með Bjössa sem var í ungmennaráðinu og svo bara mæti ég upp í FMOS sem opin fundur og við erum 4 sem mætum þar og við stofnum bara ungmennahús á staðnum. Þannig ég kom að stofnun ungmennahúsins og var þar og svo byrjaði ég sem starfsmaður sem var geggja gaman og svo, já, bara í gegnum ungmennahúsi kom ég fór ég í ungmennaráð ungmennahúsa og kom að stofnun þess líka því að við vorum með Hrafnhildur var svo spenntið að vera með hérna ungmennaþing í Mosó og það bara gerðist mjög fljótt eftir að hún byrjaði í ungmennahúsi. Kemur ekki á óvart? Nei, alls ekki. Hún svolítið mjög fljótt að hoppa inn í það sem hún vill gera, þannig að það geggjað. Já, þannig að við stofnum ungmennahúsi á þessu þingi. Nei, ungmennaráðið. Það var svona 2018-2019. Já. Og ungmennaráðið bara búið að vera geggjað síðan. Já, ég kom náttúrulega inn í bara ungmennaráði fyrir 2019 síðan. Já, þú komst nóvember 2019 eitthvað. Þá fórum við í hérna á ráðstefnuna, tungumálaráðstefnuna. Já, alveg rétt. Í Varmalandi. Já. Og það kynntust við bara. Já, það bara. Við þekktust ekki neitt fyrir það. Við bara búin að fara á einn fund saman. Já. Svo vorum við bara þarna og við bara ógeðslega góð vinkonur, skráðum okkur saman í Argentínu. Það var svo fyndið. Ég man líka bara, ég og Arna vorum að bíða bara, já, þessi Védís að koma, við erum alveg að kynnast henni og hún að koma með eitthvað herbyggi og við bara þekkjum henni neitt og svo vorum við bara saman í herbyggi, hvað var ekki kvöldmattum, eða svo vorum við í hádegi sem að það kom inn á síðuna. Og sendir Hrafnhildur inn að hérna, við þyrstum að fara að skrá okkur í þessi Argentínuferð ef við ætlum að fara. Já. Þá vorum við bara eigum að fara. Það var bara geggjað. Já, svo fórum við bara, þetta var í nóvember og svo bara febrúar, bara 3 mánuðum eftir, vorum við bara farin til Argentínu. Ótrúlega fljótt að Svo áttu náttúrulega að fara til Tenerife en COVID. Núna í ágúst. En þetta var, þetta er Erasmus-verkefni sem var í Argentínu og við kynntumst örugglega bara miklu betur eftir það. Já, algjörlega sko. Strax eiginlega bara þegar við byrjuðum að ferðast sko, þetta var náttúrulega rosalega langt ferðalag. Ó já, alveg virkilega. En já, svo fórum við við komum heim og mjög stuttu eftir, hvað var í október þegar við byrjum að tala um ungt fólk og hvað? Já, september, október, lok september, byrjum október, eitthvað svo leys. Já, þá fyrir við bara, það var líka mjög flott að gerast. Já, þá bara fengum við post að hvort við vildum vera með hlaðvarp og bara hendum okkur í þetta. Já, þannig að við byrjuðum með Birtu og Örnu líka. Já. Þannig við vorum 4 að sjá um þetta og það var alveg þangað til lok, desember.
Desember, já. Já, þá ætlaði Arna að fara út í Danmerkur í, hérna, Lýðhálsskóla. já, en út af COVID. COVID, þá náttúrulega gerist það ekki. Þannig að vonandi bara, já, eftir sumar ætla hún að fara. Og Birta, hann segja okkur í gær, hún er hálnuð. Með þjóðbungi sinn. Já, hún er að segja mér þjóðbúning Það er geggjað, sko. ekki flott. Það er bara alltaf Drullu vel gert. Það er líka, kemur ekkert óvart að Birta sé svona fljóta þess. Hún bara er eiginlega 24/7 bara að gera þetta líka, sko. Það var að taka einhverja 11 vikur eða eitthvað. Já. Ég held að það sé ógeðslega dýrt líka að Já, ég held nema það. svona, Held það er mitt. en ógeðslega gaman. Hún er svo handlæg, segir maður það ekki? Jú, ég held það. Já, og núna erum við bara 2 í podcastinu, hlaðvarpinu, og erum með stúdíó í Samfés. En- Nýkona með það og nýkona með svaka græjur og... Já, og svo er náttúrulega geggja ef við fyrir að fá fleira fólk til þess að vera með þætti. Mm Þetta er náttúrulega ekki bara okkar, þetta er allt ungmenni að það geti verið með þætti. Já, einmitt. Eins og Guðjón og Jón kom í sinnsþætti, það var útvæðlega gaman. Flotti þátt sem kom frá þeim og bara áhugaverð umræður sem komu Já, út frá þeim algjörlega. og bara geggja ef að fleiri úr ungmennaráðinu og hver sem er Mhm. fyrir að vera með þátt, sko. Þannig að, Einmitt. Já, kannski að segja þess frá ungmennaráðinu betur það. já, Hvað eru mörg ungmennahús? Vorum við ekki að tella þetta í gær? 9, 7 eða 9? jú, ekki svoleiðis. Það er Selfoss, það Já. er Mosó, það er Hafnarfjörður, það er Kópavogur, það er Akranes, það er Stykkshólmur, Akureyri. Akureyri, já, Er ekki bara þau? Ég held að sé bara 7. Reykjavík. já. Já, 8. Mm. Þannig að, Og hvað eru? 2 úr hverju? já, Ungmennahúsi. 23, núna er sko bara 23. 1 úr Mosó, þannig ég er bara 1 úr Mosó núna. Já, ok. Það Ætlið breytist. þið ekki að fá fleiri það? Jú, það er örugglega bara að reyna það, sko. Líka bara fyrir næstu kostningar og svona. Já, ég skil. Eða kostningar. Ég Það skil. er náttúrulega eftir ákveð hvernig það er. Mm. En, jú, við erum bara, ég er semst bara ein, við vorum náttúrulega 2. Svo breytist það eftir áramót. Þeir eru 3 frá Býtu, hver var eftir úr Mósan? Úlfar. Já, alveg rétt. Vá. Alveg rétt. Þeir eru 3 frá Akranesi, ekki? Jú, en það ekki. Er Jón Jón horfður á... Hurr ennþá? Já, ok. Já, þá Já. erum við 3. Ég var ekki visk, ég held að hann væri... Þeir eru 2 svo Selfossi, Já, 2 Kópavogi, 2 Hafnarfirði, 2 Stykkshólmi. Já. 2 2 Akureyri. Reykjavík, já, 2 Akureyri, Já, það passar. 2. Þannig þetta er alveg svolítið stórt ráð, sko. En Já, ekki samt gæti verið miklu stærra. Eða þú veist, ef að það væri öll ungmennahús á landinu, eða það væri ungmennahús alls staðar á landinu, já, frekar. ég held að ég svona bjartsýn hjá mér er svo, eða bjartsýn bara vonin hjá mér er svo að það verði komið fleiri ungmennahús eftir svona 5 ár, 10 ár. Já, mér er það bara minna, sko. Já, Eða þú veist, það ættu allir bara bæir að vera með ungmennahús. finnst það eiginlega bara að eiga að vera reglur eins og að vera með ungmennaráð, sko. Já, og líka bara, þú veist, félagsmiðstöð, skiljur. Ef þú ert með Mhm. félagsmiðstöð, þá er ótrúlega auðvelt að vera með ungmennahús. Já. En það er bara að vantar svo miklu umræð líka bara ungmennahús eða svona bara hvað það er. Já, Að þeim sem við ræddum í gær í þættinum okkar þá vantar svo mikið svona hvað er hægt að gera því að það er svo mikið í boði að því að þú veist eins og í ungmennahúsinu í Mosjónum í hérna Mosó þá getum við bara gert hvað sem er. Ef við viljum vera með kvöldbræðs að læra þá kemur bara fólk að læra. Eða við viljum vera með einhvern klúbb, vera með kvikmyndaklúbb hafa allir áhuga að horfa á einhver sömu myndina þá fara allir bara að horfa á sömu myndina sem er bara geggjað. Þannig að vantar svo miklu meiri bara já, bara umræðum að hvað er hægt að gera. Ég held að fleiri vissu það og myndu miklu fleiri vilja mæta, sko. Já, líka eins og þetta mikið er bara með hópverkefni í skólanum. Já, Það er alltaf bara, já, hvert er við hittast og þurfum að vera í skólanum eða getum við hist eftir á. Það var bara ungmennahús geggjaður staður til þess að vera með heim Algjörlega. bóðinu. Þetta er bara, það er allt í bóði og það er bara, ef við þurfum að fendi eitthvað, eða þú veist, ég veit Já. ekki. Og það er átt stúdíó eins og í Mósunum og á Já. Akranesi eru stúdíó sem hægt er að nota, Mhm. bara klippa vídeo eða vera með podcast eða hvað sem er. Eins og Mhm. nú er ég ensku eða sögu eða eitthvað og þar er ég að gera podcast þátt. Og það var þetta bara Þú ert bara með aðstöðja. já, hann ég get bara gert það hérna náttúrulega. Þannig að já er ekki mikið í bóði ykkur eða þú veist Jú, ég mæti ekki mjög oft í ungmennahúsi samt, en þú veist, það er alltaf eitthvað að gera, sko, og alltaf eitthvað fyrir alla, sko.
það er náttúrulega, það er pool og það er PlayStation talvana og það er, þú veist, bíósalur og Já, geggjaði bíósalur. læristaður og spilherbyggi ef að það er hægt að kalla það þannig. Já, Og það er bara hægt að gera allt annað, sko. Og það er líka ótrúlega margir sem að nýta sér þetta, sko, bara þó það sé bara að fara og vinna hópverkefni eða árshátíðarnefndin er held ég búin að vera eitthvað að nýta þetta. já, Og kannski er þau bara í skólanum. Finn samt eins og þau hafi verið eitthvað. já. Þetta er geggjaði staði bara fyrir það líka. Með fundi og er með ráði eða hvað sem er. Líka bara húsræðið, það getur gert svo mikið. Bara það sem vilja eins og fyrsti viðburinn í okkur í Mosanum, það var bara leysitæk. Við varum með 100 okkar manns í leysitæki F-Mos. Já, geggjað. Það var ógeðslega gaman. Hljómar ótrúlega vel. Já. Og hérna í Kópavogi, þau eru líka með geggja stúdíu og svona bara svið. Þannig að það getur verið með tónleika og eitthvað. Já, ok. Ótrúlega flott Já, tónleika ég sé sem það er með. Og líka náttúrulega hérna á Akureyri, þau eru með mjög stóran sal og stórt svið. Já, eru þau ekki með félagsmiðstöðinni? Jú. Já, Þannig að þau eru líka með húsa á 4 hæðum eða eitthvað, þannig að geggjað. það er óslega mikið búið hjá þeim. Já. En heldur við förum til Tenerife á næstunni? Nei, Ok. ekki á næstinni. Nei, Kannski ekki 2021. ekki. Nei. Ég held við gætum alveg mögulega farið sko í svona, En sko því að þó að Október. þú staðan hjá okkur sé góð, þýðir ekki að staðan skilur Tenerife. en hún sé er svona góð. alveg fín núna í Tenerife. Eða það. En þú veist eins og með bólefni skilur hjá þessum löndum skilur Já. Tyrklandi og eitthvað. Þú veist, eru þau að fá bólefni? Já, talum við, já, auðvitað, við erum alltaf með 4 Já, við erum alveg 4 lönd sko. Ég var ekki svo að pæla í því, ég var bara að hugsa geggjað um okkur. Já, Jú, við þetta er þurfum alveg að góð pæling. Ég allavega, þú veist. Æja, ég veit ekki. Ég held allavega ekki, sko. Kannski Nei. 2021. Já, vonandi. Vonandi, já. Alla á 2022. Nei, betur, hvað sagði ég? Vonandi 2021. Já, ég meina vonandi 2022. Ég var alveg búin að segja ekki 2021. En ok, vonandi 2022. Já. Klárlega. Við þurfum líka að halda áfram að því að í verkefnum vorum við að gera app. Já, Veistu því? já. Og vorum líka bara, þú veist, endum Argentínuferðina á sko umræðu hópum sem við áttum svo bara að klára á Tenerife. Já, alveg rétt. Já, ég Já, veit ég ekki má alveg gleyma hvernig það er að fara. Ég er búin að gleyma alveg miklu. Ég veit ekki neitt hvað við vorum að tala um, sko. Skrimlega við byrjum þess að mynda Já, það var líka hópur inn á, hvað heitir það aftur? Appið þarna sem er alltaf WhatsApp. Já. Þú veist, það var alltaf búið að Alveg bæta mér rétt. inn í hópin, já með Ómer í hóp. Já. Já, í umræðinu sem sagt. Já, ég held að við vorum ekki að koma upp. Ha? Jú. Nei, við vorum ekki að koma á WhatsApp-hóp. Ó já, WhatsApp Já. hóp, já. Ég var, jú, varst alveg í hóp. Já, Vorum- ég held að við vorum ekki að Búin koma að taka, þú veist, 2 umræður eitthvað. Já, einmitt. Svona rökræður á milli Alveg hópa rétt. eitthvað. Alveg rétt. Já. Það vorum eitthvað vist topic, eða ekki? Við vorum að Jú, bara eitthvað svona, hvað getur þú gert í þessu? Eða eitthvað svona. Já, svo vorum við með svona rökræður með á móti, eða þú veist, Já. hvað setið því? En þetta verkefni var sem sagt umhverfisverkefni. Og það var svo merkilegt að við fórum í þar sem við fórum í siglinguna, eða Já. bóksferðina. Og hvað er það? Eitthvað svona eins og tígristýr. Já, Tígri. tígri, já, Tígri, rétt, já. já. Það löpuð fram hjá einhverju á, það sem voru bara fullt af rusli og bara Já, flöskum já, og já, já. dósum og einhverju plasti og einhverju rusli. Það var ótrúlega sorglegt, eða þú veist. Mjög sko. Já, bara það var svo merkilegt líka að sjá bara, það var svona smá menningasjokk. Eða svona með bara hvernig Já, mjög húsin sko. og svona, Já, Argentínu er náttúrulega bara allt annað en Ísland sko. það er mikill munur. Bara, En þetta var svona ótrúlega gaman og líka bara að sjá, þú veist, eins og við reyndum í gær með hvað við höfum það virkilega gott. Meðan við, þú veist, við gátum farið í móli og við gátum gert þetta. En það og er fórum ekki út að borða sjálfsagt. og eitthvað. Já, það er ekki endilega sjálfsagt fyrir alla hina. Nei, alls ekki sko. En það var sérst þannig, þú veist, við vorum í einhverjum svona umræðum og eitthvað svona fyrripart dag Já. og svo fórum við seinnipartinn bara ferð, eða bara Já. labba og eitthvað Argentínu, þannig við fengum bara skoða Argentínu ógeðslega vel, það var geggjað. Já, og einhvern veginn svona líka fórum að skoða svo mikið sem við hefðum ekkert endilega skoðað ef við værum bara einn sem bara Já,
að þú veist það sjálf, bara einhver Algjörlega. ferðalagi með fjölskyldu eða eitthvað. Það er það sem er geggja við þessi Erasmus-verkefni, er að maður fer alltaf að skoða bara eins og maður sé einn af þessum. Já, þetta er ekki bara, fólki. þú veist, vera að vinna verkefni og bara inni allan tíman, þú veist, eins og þarna, ég bjóst ekki við því að við erum, skilur, alveg halvan daginn að ferðast bara og skoða, það var svo geggja, Það var stundum þess að lengur bara. Já, Þú veist, eitt kvöldi vorum við að koma heim kl. 10 eða 11 og því Já. fórum hana lengst þannig að menningakvöldi í Tyrklandi. já, alveg rétt. Nei, jú, Jú, við ég erum ruggla löndum. það er náttúrulega ár síðan þetta var, þannig að það er alveg Já, minnst þessi skiljanlegt að maður manni þetta ekki alveg. En svo fór ég í verkefni á undan, áður en að þú byrjaðir. Mhm. Þá fór ég til Portugal og Tyrkland og þar vorum við að tala um hérna svona atvinnu tækifæri og atvinnulíf hjá bara ungu fólki. Mhm. Og þar fengum við að kynna svolítið svona bara hvaða tækifæri ungt fólk hefur og líka bara meðal laun hjá þeim. Þau sem voru með okkur í hópni voru að segja bara meðal laun hjá þeim voru bara 90 skall á mánuði sem er bara rosa lítið með við hérna hjá Íslandi. En Og Bara- þetta eru meðalögin, þú veist, hjá fullorðinni manneski, Já. þú veist, ekki Jú. bara í 100% starfi. jú, nefnilega. Það er rosalegt, sko. Og þú veist, þau sem voru með okkur, einn sem þurfti alltaf að fara að vinna af því að hún var í skóla og að vinna og hún þurfti að hjálpa heimilinu og svona. Og það er alveg einhverjum sem gera það á Íslandi en þetta er svona, þetta er bara svona, að hún bara ótrúlega duglega og flott stelpa. Það var svo Já. gaman að fylgjast með þeim. Og líka bara hvernig menningin hjá þeim var og hvernig menningin hjá Tyrklandi, Portugal og Argentínu er bara svo ósvipið, bara, Já, það er allt svo ólíkt. Mhm. Þannig að það var svo magnað að fylgjast með þessu og líka samt alltaf sama fólkið í öllum verkefnum Já. sem var líka geggjað. Þannig að fara að kynnast þeim ennþá betur. Náttúrulega, ef þú ferði í einu svona ferð, þá er bara mjög líklegt að þú ferði í aðra. Ó já. Að bara, að þetta er bara svo gaman og þú er bara með langar aftur. Já. Langar að gera meira svona. Líka bara því maður læri svo mikið á þessu bara við að vera sko, efst, þetta er svo mikið óformlegt með nám. Það er svo margt sem maður Já. læri í þessu sem maður ert ekki að fara að læra í skóla. Efst, Klárlega. bara í mennskóla, grunnskóla, hvað sem er. Og það er bara, já, þú veist, ég hefði aldrei lært bara hvernig hérna störfin hjá þeim eru eða líka bara atvinnulífið og öll þessi tækifæri sem þau hafa því að það er bara ekkert sjálfsagt endilega fyrir þau að ferðast og hún var eins sem var með okkur frá Tenerife þegar hún fór til Portugals, það var í fyrsta skipti sem hún var að fara til útlanda Ok. af því að hún á líka 8 alsískinni Vá. já, og það var bara ekkert sjálfsagt fyrir þau að fara að ferðast Nei, alls ekki. þannig að þetta var bara geggja fyrir hana og bara út frá því að fara í eitt Erasmus er hún bara að fara til já, Tyrklands, Argentínu og Portugals og allt þetta er ekkert svona já, þessi Argentína, ógeðslega langt og löngferð, Já, ekkert eitthvað ekkert sjálfsagt smá. að fara þangað eða eitthvað og sérstaklega því að þetta var Erasmus-verkefni Og það er náttúrulega ekki innan í Evrópu. Evrópu. Já, það er ekkert sjálfsagt að fara til Argentínu í Evrópu-verkefni eða, þú veist. Nei, alls ekki, sko. Þannig að já, ég myndi allan tíma að fara aftur í Erasmus-verkefni sko. Já, klálega. Hlakka bara til þegar það er hægt að fara aftur. Klálega. Og líka bara, við langar smá að búa til sjálf, eða þú veist, að hópurinn gerir Já. í ungmennaðinu. Já, það verður geggjað. Þannig að getum ákveðið sjálf hvað við ætlum að gera og Ræða hvað við og- viljum, já, hver hérna stefnan er, eða þú veist. Já. Við erum náttúrulega búin að fá geggja fólk til okkar í podcastið okkar. Fólk að hvað. Já. Við erum búin að fá Hanna Sólborgu sem kom með það. Já, Sem var með fáða. Hún náttúrulega Já. ekki lengur. ég held um Instagram síðan ég fá þetta. Já. Svo fengum við Lilju og Lítið Galfriðsdóttir, mentamælingum alvar þara. En já, þar fengum við svolítið að kynast henni vel með hvað hún bjóð út Vá, í já, ég vissi það ekki. Nei, ekki heldur. Það kom mér ótrúlega mikið óvart. Þegar hún byrjaði að tala kórsku líka. Já, Vá, ég var bara... kóreska líka, það er bara ótrúlega random. Já. Hún bjóðar alveg í meira ár, sko. Hún líka gat bara heilsað, hverjum var það aftur sem hún heilsaði? Það er ekki bara, Mentamælingar að held ég hjá. já, já. Ég minni það. geggja, hljóma Það- ótrúlega svona, Það er svo svona, hérna, það er svo kurtislegt að þú veist, hann leit miklu meira, kannski, upp til hennar. já, leið, hún sagði eitthvað á tungumálinn hans. Þannig að, Já, allan daginn, sko. ef ég kynni, þú veist, frönsku eða spænsku, það væri bara geggjað. Já. Nei, svo fengum við náttúrulega Begga Ólafs. Já,
Það var líka ekki. Hún svolítið að segja eitthvað svona frá markmiða setningu Setningu, já. og svona. Og ég lærði alveg að því, sko. Já, Alveg Klárlega, klárlega. sko. Og ég er bara spennt að hann lesa svo bókina geggjær. Já. Hann er svo mikil fyrirmynd bara fyrir bara ungt fólk og bara, Klárlega. Alveg klárlega. svo kom Sigga Dögg til okkar í mjög skemmtilegt spjall. Já, hún var að segja eitthvað frá bókunum sínum. Hún er nýbúin að gefa nýja bók og er að skrifa aðra. Já, hún er svo ótrúlega skemmtileg típa. Hún var bara, Já. Hún er svo opin og bara til að spjalla um allt. Já. Ég held að þessi geggjað eigana sem svona frængu sem maður, hérna, ef maður þyrfti að tala við um eitthvað, þá var geggjað að tala við hana bara um allt. Já. Og svo erum við búin að fá Hönnu Já. Björg sem kendi okkur svolítið um feminisma. Mhm. Ég held ég hafi bara, ég var náttúrulega í tíma hjá henni í Borgó en ég held ég hafi lært bara enda meira um feminisma þarna, sko. Og því að það var áfangin ekkert bara um feminisma endilega, eða jú, það var allt sem tengdist í. Býtu, hvað áfangið var þetta? Var þetta ekki Kynjafræði? kynjafræði? Já. Þannig að, jú, ég reyna að vera ekki fjalla allt um feminisma, sko. En svo, hérna, fengum við, vorum við ADHD þá, Já, þar sem við vorum fengum, að spyrja hvar aðrar. já. Þá voru sér startna og Birta ennþá með okkur í þessu og þær eru með ADHD Já, og ekki við og voru sér spurningar á milli. Svolítið áhugavert að sjá já. hvað, þetta er styrlað. Og líka eftir að þá náttúrulega fengum við fræðirna til okkar til þess að útskýra hans betur bara hvað ADHD er og þá líka, maður lærið alveg, ég ætla að læra á því að skilja betur hvernig ADHD virkar og hvað maður þarf að gera, eða þú veist, af því að það er ekkert, já, Algjörlega. bara hvernig börn eru líka með ADHD og Og hvernig þú átt að höndla það. já, Þú veist, þegar börn eru með ADHD, hvernig þú veist þú átt að bregðast hjálpa við þeim bara, og bregðast við, já, bregðast við. klálega, og svo fíkn þáttuninn, Já, fík þátturinn, hann var geggjast já, og rosa gaman að heyra hana. reynslu sögu bara Já, frá Ingunni, Já. hún var að segja okkur bara frá sinni reynslu, þú veist, í þessum heimi. hún alltaf var Já, mikill og er hún ekki jafn gömul og þú? jú, hún er núleitt modell, hún er hætt í öllu núna og var bara að segja okkur frá reynslunni hvernig þessi heimur bara virkar og hvernig hún kom sér út úr þessu og hvað hún er búin að vera að leita hjálpar og svona og Og í rauninni líka bara hvernig þú veist lífið hennar er eftir þetta, já, hvað hún er að gera núna og mitt, svo eftir þann þátt fengum við fræðifólk fíkn og þau bara fræddu okkur bara mjög mikið fíkn og líka bara hvernig foreldrar geta já, mér finnst það mjög gott. Ég held að það sé bara gott fyrir alla foreldrar að hlusta á það, hvernig foreldrar geta brugðist við þegar barnið þeirra er í þessum heimi eða í hérna komin einhverja fíkn sem að þau veit ekki hvernig það koma sér út úr eða bara, já, bara hvernig það bregðast við. Af því að ég held að það er kannski ekki einlega rétt, Nei, en það er hægt að fá allan hugmyndir og geta prófað og Hann bara náttúrulega leita til allir- hjálpar. öðruvísi og þú veist kannski er fólk að geta fara stíða þú myndum ekkert taka þessu eins Nei, kannski. einmitt. Líka bara hérna, að það er ekkert að því að leita sér hjálpar. Ef að foreldri, það er aldrei þú veist, að því að foreldri leita hjálpar hvernig það var að tala við barnið sitt eða neitt, það er bara enda betra Einmitt. að viðurkenna að leita sér hjálpar, sko. Já. Við tölum við líka hvað bara þessi umræða er lokuð Já, alveg fíkn og ótrúlega. bara, þú veist hvað það eru bara miklu fordómar fyrir þessu. Já, að þetta er líka bara sjúkdómur. Já, eins og hún Ingu sagði, hún var Já. bara, þú veist, þetta er ekki, þú veist, þetta er bara sjúkdómur, skilur. Þetta er ekki veiki. Þetta er, Þetta er, hvernig orða hann þetta eða? það er nefnilega, já, mjög góð. Svo langt síðan þessi þáttur var. Já, hún allan að koma vel einn og þetta var sjúkdómur og þetta er eitthvað sem að svona, það er bara að vinna út úr Og maður þarf í rauninu bara hjálp við. já, já, þannig að þetta var já, þetta var mjög gott spjall við þær báðar, sko. Það er allar. Já. Það eru náttúrulega tvær í fræði þættir. Já, ég var að hugsa bara báð þættina. Já, Já, við já, þær ég allar. skil. Já. Já, svo TikTok þátturinn okkar. Já, hann var enda geggjar. Það er held ég uppáhalds þátturinn minn, sko. Já, mér finnst það ekki kynninga þátturinn, mér finnst það mjög Já. góður. Hann var líka bara eitthvað svona mikið. Sko. Já, ég er náttúrulega hlusta á hann þegar ég klippti hann og svo held ég sem búin að hlusta á hann, þú veist, 3 svar eitthvað eftir Já. það, sko. En það var líka bara eitthvað svona við að spjalla og kynna okkur og bara eitthvað, hvernig kynntust við og eitthvað svona. Já, mér finnst það enda mjög gaman. Hvernig líka bara hvernig Arna og Birta kynntust, sko. Já, ég vissi það ekki. Já, ekki. Nei,
Nei. í leikskóla. Ég vissi Já. ekki að það er verið búin að þekka svona lengi. Nei, bara way back, sko. Mhm. Já, TikTok líka bara, við Það hefum er enda eftir að prófa, ég hef enda eftir að prófa hérna pasta sem ég ætlaði að prófa. Já, en ertu búin að prófa TikTok pasta samt? Sem er Nei, núna ég í... eftir að prófa það. Það er Mér finnst pasta ógeðslega ekkert gott. spes, sko. Æ, já, alveg rétt. Það er ógeðslega gott samt. Já, mér langar samt ekki að prófa bara því þetta er svona trend, sko. Já, sko, ég borða ekki tómata. En, Nei, ok, en þú veist, þetta var bara geggjað samt. ok, það er að prófa. Mhm. Hljóma vel. Mæli. En, já, annars bara held ég að ég ætla að halda áfram í ungmennsa. Já, allan daginn, sko. Líka bara, ég er svo spennt að sjá líka bara næstu þætti hjá hlaðarpunni að þú veist hvort að við fáum líka fleiri frá ungmennaráðinu og fleiri ungt fólk að því að plana okkar er náttúrulega líka að reyna að fá einhverju til þess að spjalla bara eins og við erum að spjalla. Einmitt. Eða þú veist. Bara þú veist, svona sömu áhugamál eða Já. eitthvað svolítið að því að við getum ekkert snert öll umræðefni, eitthvað sem að allir vilja. við erum Við alltaf bara vitum með ekki, okkar já, við erum áhugamál. bara með okkar, það sem við viljum. Við vitum ekki hvað aðrir vilja. Þættin eiga líka verið svolítið þannig að fólk þurfi ekki endilega að hlusta á alla seríuna, heldur bara á þætti sem það vill hlusta á. Já, þú getur bara valið að þú vilt ekki Já. hlusta á fík, þá hlustar bara á ADHD eða Já. eitthvað svoleiðis, skilur. Og þeir eru alveg svoleiðis. Þú veist, við erum Já. ekki mikið að vitna í fyrir þætti eða eitthvað Nei, svoleiðis. bara ef við tengjast saman, Já, annars ekkert, eða þú veist, þannig að ég bara, ég mæla með þetta er því alltaf búið að ganga á svo vel hjá okkur og bara kom mjög Góð vel smá út, sko. hana Zoom Já, tímabil okkar. það er alltaf COVID tók Já, svolítið yfir. en nú og- erum við komið geggjaða græjur. Já, það er bara ógeðslega vel og það er, við náttúrulega erum komið svo geggja græði, þannig að við getum bara sett introð inn bara á staðnum og þú veist, eins og gerð, vorum að taka upp þátt og bara þurftum ekki að klippa þáttin eitt Nei. og við bara upplóðum hann honum á sömu mínúti, sko, líka Já. og við hættum að taka upp. Já, en ég ætla samt líka að þakka ungmennusinu í Mosó fyrir Já, þeir aðstöðuna eru meðan geggjaðir, við gátum sko. verið þar. Og Strákana þeir líka byggu til introð okkar. Já, Þannig að þeir Eilíf eiga bara- Sjálfsfróðin, það er Já. hljómsveitin sem gerði fyrir okkur. Svo Tjekka, þeir voru ekki geggjuð- á plötu. Voru þeir ekki upp plötu? Minn tjekka þið. Já. Þeir voru bara ótrúlega góði við okkur að hjálpa okkur með Og líka bara setupið og reddu okkur bara á nú leitni. Við vorum bara, við veitum ekki hvað ég var að gera hér og þeir bara svöruðu og bara greiði Já, þetta. bara mætt á staðin á 1 mínútu, Já. sko. Mhm. Þannig að bara sjáta þetta og takk fyrir og allt. Já. Þannig að ég myndi tjekka á þeim. Þeir eru með Já. góða tónlist, sko. Og já, ég veit ekki bara annars mælu með, já, það sem fólk getur leitað eftir, þið getur alltaf senda okkur, hver sem er, á Við erum Instagram. bara á Instagram. Að það getur fólk hver og sem hvað. er senda okkur á Instagram, bara, eða Facebook, eða e-mail, eða, við erum ekki með Snapchat, við erum með TikTok. Já, ekki neitt TikTok inn á í samt, en það Nei, er það er að koma, það er að gerast í kvöld. Já, ok. Já, eða fólk vil vera með þátt, bara, Og líka bara ef þið eru með eitthvað spurningar ungmennahús. Eða- já, og bara Erasmus. Argentínu Bara, já, bara allt. Við erum alltaf til í gott spjall bara. Já, hvað sem er. Og bara, ef það er jungnús í eitthvað bæ, þá bara bjallir í okkur og ef við komum að drást og stopna eða hvernig að leita, hvert þið að leita og hvað á að byrja og að því að það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið. Það er bara að blása upplýsinga og finna hvað er hægt að gera. Já, og við ætlum að rættum þetta í þættinum sem við tókum upp í gerð Já. sem kemur út á föstudaginn morgun. Mér finnst alltaf eins og ég sé að stela hérna setningunni, það þarf ekki að finna upp hjólið því að vinkom er alltaf að segja þetta. Og ég er bara, já Karin, sorry, ég ætla að segja þetta af því að eftir að þú sagðir þetta. Mér finnst það bara góð setning. Það er örugglega fullt af fólki búið að segja þetta. Já, það er örugglega mjög margir sem Já, nota en ég þessa ætla setningu, bara, sko. og Karin sagði þetta senast. Nei, en ándjóks, bara að því að ungnús gerir svo mikið fyrir fólk bara, þetta er bara staðið fyrir fólk á 16-25 ára. Sérstaklega líka núna, þú veist, Mhm. COVID alveg að klárast kannski Já, og ekkert búið að vera í gangi. Það pottit eitthvað í gangi í ungmennahúsunum, sko. já bara til Klárlega. þess að chilla einhverstaðar að því að það er engin staðið til þess. Allt bara búið að loka og ekkert hægt að gera. Þannig að, já, ég myndi bara endilega reyna að stofna ungnús eða vandar eða bara ef það er ef það er ungnús nú þegar að reyna Tjekka að á bara, því. já, og gera það bara enda betra ef það er nú þegar og gera það bara virt. Það eru fullt af ungnúsum sem eru bara mjög virk og líka bara skoða önnur ungnús, bara fara í heimsókn, Já, algjörlega. bara heyrið þeim virst og bara heim hefur við komið og kíkja og skoða þess að fá hugmyndir og gera hlutina. Rosa mörg flott ungmennahús. Já, mjög. Þannig að ég bara mæla með og svo bara heyri í húsræðun ykkar eða
sá sem stjórnar bara hvernig þið getið komist inn í ungmennaráð ungnúsa. Það er bara, já, ef þið hafa áhuga, þá bara tjekka á því. Já. Annars bara ætla ég að þakka Hrafnhildi fyrir að bjóða okkur í sófann Já. og endilega hlusta á þættin okkar á Spotify og Og öllum helstum Apple Podcasts hlaðvarps bara. Já, þetta er bara veitum. öllum. Já. Ég. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Bye. Góðir gestir